Jæja, komið þið sæl. Verið velkomin hingað til okkar í Íslandsbanka og VFIB á fræðslufundum Sparnað. Ég heiti Björn Berg og fræðslustjóri okkar. Og mér langaði bara að byrja á að tékka hérna ef ég geti fengið ykkur til að rétta upp hönd sem eru byrjuð að taka þátt í meistaramánuði með einhverjum hætti. Einhverjir hérna. Já, það eru svona einhverjir. En það eru væntanlega allir hérna komnir hingað vegna þess að þeir ætla að fara að byrja, eða það ekki? Svona til þess að allavega byrja að spara og til þess að byrja að spara þá er gott að þið eru hérna vegna þess að við þurfum aðeins að vita svona hvernig við förum að því. Það er eins og við förum yfir hér á eftir þá er nauðsynlegt að spara en þetta er bara eins og ef maður ætlar að koma sér í form, fara í gymmið eða eitthvað svoleiðis að þá er svona ekki líklegt til árangurs að mæta bara og vita ekkert hvað maður er að gera og fara bara í einhver tæki og snúa vittlaust og gera eitthvað svoleiðis. Heldur er nauðsynlegt að vita svona aðeins hvernig hlutinni virka, hvað það er sem að hefur sannað sig, hvernig maður á að haga sér og síðan að vita hvaða mistök er auðveldast að gera og hvernig við getum komist hjá þeim. Það er alls ekkert flókið að spara eða leggja fyrir eða fjárfesta og þetta þýðir í rauninni alltaf sama, hvort sem við tölum það við séum að spara eða ávaxta eða leggja fyrir eða fjárfesta. Að þá erum við í rauninni bara að koma peningunum einhvers staðar fyrir þar sem við viljum að þeir vaxi og væntanlega vegna þess að við ætlum að nota það einhvern tímann seinna. Og þrátt fyrir að þetta sé ekki flókið og ekki erfitt, þá reynist okkur samt oft erfitt að halda þetta út, að bara standa við það að spara kannski í hverju mánuði eða hvað það er. Og það getur líka verið svolítið, sem er kannski skiljanlegt líka, að það getur verið svolítið erfitt að hafa áhugan á því að skilja þetta eða að læra nógu mikið inn á þetta til þess að ná síðan góðum árangri. Að ég held að allir sem eru að ávaxta peninga þeir séu sammála það að maður vill safna peningunum sínum saman, maður vill helst ekki vera að taka eitthvað allt of mikla áhættu með peningana en maður vill líka fá ágætis ávöxtun. Og það að leggja þá fyrir, það krefst bara aga, það er bara eins og ef þú ætlar að koma þér í form, þá bara verður að mæta í gymmið, eða þú verður að mæta á æfingu, þú verður að gera eitthvað. Síðan varðandi áhættuna, að þá krefst það þess að við vitum aðeins hver áhættan er, við skiljum það, hvað er hættulegt og hvað er örugt. Og síðan með ávöxtunina, við vitum það, hvað þarf ég að gera til þess að fá kannski hærri ávöxtun ég er að fá núna. Og þetta er svona það sem við ætlum aðeins að fara yfir. Og vegna þess að við erum að senda þetta út hérna í beinni útsendingu á netinu og verum síðan með upptökuna aðgengilega seinna, að þá ætlum við kannski að hinkra með spurningar þar til í lokinu. Við höfum alveg nægan tíma og líka bara mjög mikilvægt að taka það fram að þið eru ekki dónalega ef þið standið upp og fáið ykkur meira Subway. Það er ekki dónalegt, þannig að þið megi alveg gera það. Fyrsti punkturinn sem ég vil nefna er það að töfralausnir, þær eru ekki til í sparnaði frekar en annar staðar. Einhver hérna greinina sem að Logi Bergmann skrifaði meistaramánuð, svo ég haldi áfram að tala meistaramánuð, það sem hann var að tala svona einföldu leiðina. Að þegar meistaramánuði fyrir í gang og þegar við erum að hugsa fjárfestingar eða mataræði eða heilsu eða hvað það er, að þá er rosalega margir sem eru til í að tala töfralausnar. Þú bara drekkur þetta seyði og léttist 20 kíló eða þú bara setur allan peningi inn í einhver hlutabréf sem enginn hefur heyrt og græðir 100%. En því miður að þá virkar þetta ekki alveg þannig. Það væri rosalega gaman ef að þannig væru hlutirnir, en vegna þess að okkur finnst það svo gaman og vegna þess að þetta heillar okkur, að þá virka oft auglýsingar töfralausnir, bæði í fjárfestingum og líka í varandi heilsu og mataræði og allt það. Þannig að við höfum stundum talað þetta þannig að auðvitað ef ég myndi spyrja ykkur núna, viljið þið lifa lífinu ykkur þannig að þið ætli bara að bíða eftir því að vinna í happdrætti? Það er ykkar fjárfesting. Það er bara að kaupa alltaf happdrættismiða og lottómiða og happþrennur og vona bara að einhvern tímann að þá kikki það inn, að þið vinni stóra vinningin og það er bara nóg. Eða er ekki bara sniðugt að fara kannski freka þá leið að búa til sín eigin happdrættisvinningi. Þetta er rosalega væmið að tala þannig, en að kannski bara búa þetta til sjálfur. Að með einhver ákveðinni lógík að koma sér upp einhverju hegðun sem kannski bara skilar því að við græðum peninga eða eigum einhvern pening sem við síðan þurfum. Ef við byrjum aðeins á svona hvernig maður á ekki að gera þetta, þá ætla ég að byrja á auglýsingu fjárfestingu sem hefði ekki verið búin til ef hún virkaði ekki, en ætti ekki að virka. Ég held að það sé svona ágætis mælikvarði á það hvort maður er ágætur í fjármálalæsi eða hvort maður er búin að stúdera þetta eitthvað smottir í eða ekki.
hvort að svona auglýsing virki á mann eða ekki. En við byrjum á þessari. Þið sjáið að hún ekki ný og það ekki bara tískan þó að hann sé að koma með þetta tilbaka, þarna galla og galla, þannig að þessi lengst vinstra megin uppi, þetta örugglega að koma aftur. En þetta gömul auglýsing sem er ágætt að nota sem dæmi það hvað á ekki að virka á okkur. Vegna þess að þessi auglýsing gengur svolítið út á töfralausnir. Ef við skoðum hvað það sem svona slæmt við þessu auglýsingu? Eitt af því að það stendur hérna einstakt tækifæri. Það línurit sem ekki með neinum kvarða. Við vitum ekkert hvað þetta langur tími, við vitum ekkert hvað þetta mikil hækkun. Það síðan píla á endanum á línuritinu. En línuritur yfirleitt fyrir eitthvað sem búið að gerast, en þetta ekkert svoleiðis línurit. Þetta línurit fyrir að þetta mun halda áfram, bara það lína sko. Þannig að línuritið augljóslega að segja okkur að þetta að fara að hækka rosa mikið, það ekki? Það svona þannig út. Sama með það einstakt tækifæri. Þannig að það bara tækifæri. Það ekkert verið að segja okkur, heyrðu, þetta búið að vola gaman fyrir þá sem áttu í þessu fyrirtæki að það hækkaði rosalega mikið. Nei, það bara fyrir ykkur og rosalega tækifæri að kaupa í þessu hlutabréfi. Og svo dæmi, sem mér finnst svolítið skemmtilegt, þannig að dæmi velgengni hluthafa. Þar sem sagt vitaður mann sem seldi bifreið sína til að kaupa hlutabréf í félaginu. Og daginn eftir átti hann andvirði 2 bifreiða. Og það auðvitað alveg æðislegt fyrir þennan aðila. Og við samgleðumst honum bara innilega. En á þetta að hvetja okkur til þess að kaupa hlutabréf í þessu fyrirtæki. Þarna verið að reyna að stóla á það að við höldum að það sem búið að gerast það endurtaki sig alltaf. Ef að þið myndu heyra, frændi minn fór til Vegas og setti 1 milljón kall á svartan í rúllettunni og vann. Hvernig myndu þið taka þannig sögu? Væru þið öll bara að fara út? Skiptum hljóðnum. Gerum við það, reddum okkur þannig. Gott að vera með backup. Það ágætið svona fínt að vera með svona visuált dæmi hvernig sparnaði virkar að maður þarf alltaf líka að dreifa áhættunni, vera ekki bara með einn hljóðnema. En við myndum ekki líta svo á að þessi aðili sem setti allt sitt á svartan og tvöfaldaði peningi sinn að hann væri skynsamur eða hann væri að fjárfesta skynsamlega. Hann var bara heppinn og við samgleðumst honum innilega. Svo það bara búið. Svona auglýsing eins og ég nefndi í upphafi, hún hefði ekki verið sett í blaðið ef að þeir sem eru að auglýsa héldu ekki að hún myndi virka. Þannig að þarna verið að höfða til einhvers í okkur sem alveg raunverulega í okkur og það þýðir ekkert að við séum eitthvað vitlaust. Bara við erum svoleiðis. Við erum bara forrituð þannig að við viljum tvöfalda peningin okkar á einum degi. Jafnvel þó að kosti að við þurfum að taka svona séns með peningin okkar. Markmiðið með fjármálafræðslu eins og við í Íslandsbanka og VFB höfum verið að leggja áherslu á í rauninni svolítið það að þetta virki ekki. Að þið spyrjið ykkur, bara fyrsta spurning til dæmis, ef það svona einstakt tækifæri í þessu, ef það svona augljóst eins og sjá má á línuritinu að bréfin að fara að hækka rosalega mikið, hver myndi selja mér hlutabréfin? Hver myndi selja mér bréfin í þessu félagi ef það svona augljóst að það fara að hækka svona mikið? Og án þess að maður kannski haldi áfram að sparka í þetta fyrirtæki þá náttúrulega það ekki til í dag. En finnst gott að byrja á þessu vegna þess að þrátt fyrir þetta sé fyndið að þá þessi hegðun, það að vera ginnkeyptur fyrir svona lögu, hún getur bara verið hreinlega hættuleg og getur orðið til þess að við gluturum niður okkar sparifé og okkar peningum. Svo ég tala nú ekki ef að, og við förum kannski það líka á eftir, ef að sá sem að fjárfesta hefði sett allan sinn pening í þetta eina fyrirtæki. Nú, þá erum við búin að sparka í þetta fyrirtæki og þá í rauninni spurningin, og gulrótarkakan kemur þessu ekkert við, en spurningin þurfum við að spara? Vegna þess að það líka bara eðlilegt að maður spyrji sig að því. Ég meina, maður fær bara launin sín og svo stillir maður bara útgjöldin af miðað við launin og þarf maður þá eitthvað að leggja fyrir. Og þá kemur þessi gamla mantra, græddur geymdur eyrir og allt þetta sem er mjög leiðilegt að heyra. En eitt af því sem maður kannski gleymir stundum það að það eru líka ákveðnir hlutir sem eru bara sér íslenskir, varðandi sparnað. Ef ég byggi í Sviss, það sem bróðir minn býr, og væri að fara að setja peningin minn inn á bankareikning, þá fengi ég enga vexti. Ég sá það var svissneskur banki, að bankinn hans var sem sagt að auglýsa bara einhver sérkjör að hann getur fengið 0,5% vexti á reikningi sinn.
það eru svona sérkjör ef hann uppfyllir einhver ákveðin skilyrði. Þannig að það er hann fær ekkert borgað fyrir það að spara. Þannig að eina sem hann þá að gera er að hann að setja peningin sinn í bankan og bankin lofar bara að geyma peningin og skila svo bara peningnum en ætlar ekkert að borga honum fyrir það. Á Íslandi eru hins vegar vextinni miklu hærri. En það sama gildir á hinni hliðinni. Ef hann ætlar sér að taka lán, þá eru vextinni svo lágir þar að honum ekkert refsa rosalega mikið fyrir það. Það er að segja að hann þarf ekkert að borga rosalega mikið fyrir lánið. Þannig að fyrir hann þá er munurinn á því að taka lán fyrir einhverju eða spara fyrir því, hann er ekkert svo rosalega mikill. En á Íslandi þá er þetta bara allt annað. Þá eru bara vextir háir miðað við útlönd. Þeir eru ekki háir á Íslandi nota bene miðað við hvernig þeir hafa verið. Samt finnst okkur þeir vera nógu háir. En það er svo mikill munur á því að spara fyrir einhverju og fá þá vel borgað eða skulda og þurfa að borga mikið. Þannig að þetta er þessi sér íslenska ástæði fyrir því að við Íslendingar þurfum enn fremur að spara heldur en aðrir. Svo veit maður það alveg að það er ekkert allir sem hafa svigrúm til þess að spara. Það er ekkert óeðlilegt við það. Til dæmis þegar við erum ung og allir að segja okkur við eigum að vera að spara, vegna þess að það skiptir svo ofboðslega miklu máli að byrja snemma, þá er maður kannski ekkert á háum launum eða bara yfir höfuð eitthvað að vinna. Og maður hefur bara nóg við peningana að gera. Bæði eitthvað sem maður þarf að gera og líka bara svo miklu skemmtilegra að eyða peningum þegar maður er ungur en þegar maður er orðinn eldri. En þrátt fyrir það að við séum mörg þannig að við erum algjörlega sannfærð um það að við höfum ekki svigrúm, þá eru rosalega margir samt að spara og þeir eru þá að gera það í gegnum séreignarsparnað. Með því að launin þeirra fara ekki öll inn á tékkareikninginn, heldur fer eitthvað inn í þennan sparnað, séreignarsparnaðinn, og launagreiðandinn gefur síðan launahækkun ofan á sem hann bætir þarna ofan á. Ástæðan fyrir þetta virkar er vegna þess að þetta er gert sjálfkrafa. Ef við þyrftum, ef við værum ekki, segjum sem svo að við værum ekki með séreignarsparnað en ætluðum bara að gera þetta sjálf, þá er svolítið ólíklegt að við nægum aga í það að millifæra alltaf 2-4% á okkar launum hver einustu mánaðamót inn í einhvern sparnað. Þetta er svona ákveðið lykilatriði sem við komum aftur að eftir það hversu nauðsynlegt það er að þetta sé sjálfvirkt. Svo er það líka þannig varðandi, ef við byrjum bara á þessum lífeyrismálum, og ég veit að það er leiðilegt umræðefni í heiminum, en ef maður ætlar að hafa það þokkalegt þegar maður hættir að vinna, þá verður maður að vera með séreignarsparnað og maður verður að leggja fyrir. Það er bara nauðsynlegt. Ef maður ætlar bara að treysta á það að fá peninga frá tryggingastofnun og eitthvað á lífeyrissjóðnum sínum, þá mun maður lækka í launum þegar maður hættir að vinna. Og þá mun maður ekki geta lifað eins góðu lífi og maður myndi kannski vilja. Þess vegna verðum við að gera þetta fyrir, og þó að þegar við erum unga þá hefur við engan áhuga á þessari persónu sem við verðum einhvern veginn eftir 40 ár, en væri samt ekki næs að geta til dæmis haft smá stjórn á því hvenær við hættum að vinna. Ef við myndum vilja hætta 60 og vera bara í golfið að gera eitthvað skemmtilegt, væri ekki gaman að geta það. Það er ekki séns að maður gæti svona nema maður sem er séreignarsparnað. Fyrir utan það að séreignarsparnaður er líka frábær ef maður ætlar að kaupa sína fyrstu íbúð. Þá getur maður nota séreignarsparnaðinn í það. Þá getur maður safna honum og borga síðan inn á íbúðina skattfrjálst, án þess að vera nokkur sem tekin skattur af þeirri upphæð. Og maður getur líka notað síðan séreignarsparnaðinn til að greiða niðurlán. Þannig að þetta er svona eiginlega fyrsta. Þetta er svona eiginlega eina í sparnaði sem hættir að kalla no-brainer, ef maður slettir. Það er íslenskur séreignarsparnaður. Og það er líka vegna þess að ef ég setja eitthvað af mínu launum mín í séreignarsparnað, þá verður launagreiðandi minn samkvæmt lögum að setja lágmarki 2% á móti. Þannig að allir sem eru ekki með séreignarsparnað, þeir eru með 2% lægri laun en þeir eiga rétt á. Þannig að munum það bara. Þannig að það er nauðsynlegt að spara fyrir utan eitt punkt sem ég gleymdi að nefna varðandi sparnaði, sem er það að ef ég ætla mér alltaf að spara fyrir því sem ég kaupi, svona stærri kaupum, þá er ég í rauninni á varanlegri útsölu. Það má eiginlega orða það þannig. Segjum sem svo að ég ætla að kaupa mér, sem bara búin að ákveða það, langar í nýtt sjónvarp næstu jól. Ég ætla bara að byrja að leggja fyrir því núna. Á meðan ég er að leggja fyrir, þá fæ ég vexti ofan á sparnaðinn, þannig að þegar ég kaupi sjónvarpið, að þá kaupi ég það á kaupverðinu, en ég er samt búin að fá einhverju vexti sem ég get bara litið á sem útsölu, sem afslátt. Ef ég hins vegar ven mig á það að eiga aldrei neitt sparnað og eitthvað kemur upp á, sem svo að bara eins og fyrir mig sjálfan, bara ég er að fara með félagi mínum, kemur bara snöggt upp að við ætlum að fara á leik í Skotlandi, í skotska fótboltanum. Hvað ef ég ætti ekki sparnað fyrir svona lögu? Mér langar rosalega að fara. Og
og þá bara frábært að ég með einhvern svona varasparnað, einhvern skammtímasparnað sem ég get stokkið í og nota í þetta. Ef að ég væri að fara út til Edinborgar og væri ekki með neitt sparnað og þyrfti að taka lán fyrir þessu, þá þyrfti ég að taka yfirdráttarlán. Yfirdráttarlán eru alveg ofboðslega dýr og maður á að passa sig alveg rosalega á því að nota aldrei yfirdráttarlán nema maður sé í algjöru paniki. Það er rauninni bara ef maður á ekki fyrir matnum sínum að þá getur verið að maður þurfa að grípa í svona lögum. Þetta er algjört panik vegna þess að þetta eru rosalega háir vextir. En samt eru mjög margir sem temja sér að nota yfirdráttinn. Það er bara þægilegt. En það er rosalega dýrt. Þannig að ef ég temir það að kaupa hluti með því að skulda í þeim, þá er ég ekki á útsölu, þá er ég bara varanlega á yfirverði. Og það eru engar smá upphæðir sem geta verið þar. Það getur verið, ég held ég að meira sem verið búin að taka hérna eitthvað smá dæmi. Segjum svo að ég kaupi 100.000 króna flugmiða, ætla bara að fara til Bandaríkjanna eða kannski hótel líka og eitthvað svoleiðis. Þetta er 100.000 kall sem ég tek á yfirdrætti því ég á ekki fyrir þessu. Ef ég gat ekki spara fyrir því, ætli ég geti borga vextina af yfirdrættinu. Ekkert endilega, getur verið, en segjum sem svo að ég borgi þetta ekki niður. Þetta er bara 100.000 króna yfirdráttur sem ég tek þarna og ég greiði hann ekki niður í 10 ár. Sko trúið mér, þetta gerist. Það er bara mjög algengt að það teki jafnvel eitthvað svona sem að síðan bara tollir. Þá kostar hann allt í einu ekki 100.000 kall að borga hann tilbaka með öllu og öllum vöxtunum sem ég er búin að borga eftir 10 ár, heldur 300.000 kall. Þannig að þá spyr maður sig, var ferðin 300.000 króna virði? Ef ég hefði sparað fyrir henni fyrirfram og farið hana, þá hún ekki verið 300.000 króna virði, hún ekki verið 100.000 króna virði, hún hefði verið ennþá ódýrari. Og svona virkar í rauninni, þetta er ástæðan fyrir sparnaði. Ástæðan fyrir sparnaði er ekki það að foreldrar okkar segja okkur, þú átt að vera rosalega skynsamlegur ungur maður og vera duglegur að spara. Það er bara, þetta raunverulega skiptir alveg ofboðslegu máli. Þannig að passið ykkur endilega á því. En við vitum sem sagt að við verðum að spara, við verðum að leggja fyrir. Við verðum að leggja fyrir bæði fyrir einhverju svona sem gæti gerst allt í einu, einhverju skemmtilegu, einhverju óvæntu, einhverju leiðilegu, bara skiptum þvottavél eða eitthvað svoleiðis, einhver kveikir í fötunum mínum eða eitthvað gerist. Eða einhverju svona til millilangs tíma, ég ætla meira að fara í nám, mér langar að spara fyrir háskólanámi, mér langar að kaupa með bíl einhvern tímann, eða fyrir einhverju til mjög langs tíma, bara ég vil hafa það gott í ellinni. Við verðum að spara fyrir þessu öllu saman, en við verðum að velta líka fyrir okkur, sko, hvers vegna er þessi sparnaður? Hver er ástæðan fyrir honum? Það er alveg gott að spara bara til þess að spara, en ef ég ætla að fá eitthvað svar við spurningunni, sko, hvert á ég að setja peninginn og hvernig get ég fengið sem besta ávöxtun og allt það, þá verð ég að vera með einhver ákveðna pæling og bakvið sparnaðinn. Og eitt dæmi er bara séreignarsparnaður. Ef ég ætla mér ekki að nota þennan séreignarsparnað fyrir en ég er orðinn 60 ára, þá er þetta langtíma sparnaður. Þá eru bara einhverja ákveðnir hlutir sem gilda það. Þá get ég krafist þess sem fjárfestir, sem sparifjáreigandi, að fá hærri ávöxtun en ef ég er að spara í stuttan tíma. Ef ég er að safna fyrir því að fara til útlanda í sumar, að þá er það skammtímasparnaður og þá gilda einhverja allt aðrir hlutir. Þannig við verðum bara, þetta er ekkert rosalega erfitt að gera, maður þarf bara að skipta upp sparnaðinu sínu þannig og þess vegna er líka ágætt að vera með langtímasparnað og svona millilanga sparnað og eitthvað bara lausafé, eitthvað sem maður á og getur alltaf gengið yfir eitthvað kemur upp á. Og þarna komum við svolítið inn í hann Pálmar sem sendi hérna fulltrúa sinn til okkar, sem er að fronta meistaramánuð fyrir okkur. Að það sem við erum svolítið að reyna að gera líka með meistaramánuði er að hvetja fólk til markmiðasetningar, til þess að hugsa svona, vera eins svona þenkjandi. Ég ætla ekki bara að fara í líkamsrækt af því að mér er svo gaman að vera með einhverja keilibjöllu, heldur vegna þess að ég ætla að léttast svona mikið á þessum tíma, svona löngum tíma eða komir í form á þessum tíma eða eitthvað svoleiðis. Eða ég ætla mér að hlaupa hálfmaraþon í Reykjavíkurmaraþon í haust eða eitthvað slíkt. Sama gildi varðandi sparnaðinn sinn. Hann er ágætis tilefni til þess að hugsa svona. En þegar við vitum hvað það er sem við ætlum að gera við peninginn, þá vitum við hvað við höfum langan tíma og þá vitum við hvernig við getum fjárfest og hvernig við getum sparað. Þannig að svona virkar þetta. Þarf ég að spara? Fyrir hverju er ég að spara? Í hversu langan tíma? Og þá get ég farið að pæla í hvar ég á að geyma peninginn. Og þarna er svolítið munurinn á því þegar maður er algjörlega grænn að mæta inn í gimmið og rífur upp einhver lóð,
eða ef maður fer og talar við einhvern sérfræðing sem spyr mann þá, þú veist, af hverju ertu að koma þér í form? Ertu í fótbolta eða ætlar að fara í liftingar eða viltu bara vera góð, ertu slæmur í bakinu eða hver ástæðan? Og það nákvæmlega sama þegar þið hittir ráðgjafa sem að tala við einhverjum sparnað, þá eru spurningarna svona. Af hverju ertu að spara? Hvað hefur langan tíma? Hvað heldur þú getur lagt fyrir í hverju mánuði eða getur ekkert lagt fyrir í hverju mánuði, ertu bara með einhverja upphæð núna? Þannig að þetta tekur ekkert langan tíma en það svona smá spjall. Því lengri tími, því betri ávöxtun. Þetta algjört lykilatriði. Það tvennt sem skiptir alveg ofboðslega miklu máli þegar við erum að ávöxta peninga. Það það hversu langan tíma við höfum og hvaða vexti við fáum, hvaða ávöxtun við höfum. Ef ég byrja, segjum svo ég sé að spara til 60 og að leggja 10.000 kall á mánuði á 5% vöxtum eða byrja 20 ára og ætla að ef ég ætla að byrja 20 ára, 30 ára eða 40 ára eða 50 ára að spara, að þá helmingast upphæðin cirka fyrir hvern áratug fyrir uppi staðið. Ef ég byrja að snemma, að þá þetta miklu hærri upphæð bara af því að ég byrjaði snemma. Og sá sem að, eins og ég sjálfur vann á fyrirbæri sem hétu vídeolegur á sínum tíma, sem var ekki einu sinni með sjoppu, það var bara vídeospólur, það er langt síðan, og þar var ég með séreignarsparnað. Og sá séreignarsparnað, ég var með rosalega lág laun, ég fekk 350 krónur á tímann, en sá peningur bara alveg upphæð í dag, sem séreignarsparnaðurinn sem ég setti þangað inn á þeim tíma, vegna þess bara að það liðin svo langur tíma, bara út af tímanum. Spurningin hins vegar síðan þegar kemur að því, ég nefndi í upphæfi hvað mikilvægt að hafa þetta reglulegt, eða sjálfvirt, segi ég, en það líka þetta með agan hvort að ég ætli mér í hverju mánuði, segjum svo ég búin að ákveða það, ég ætla að leggja fyrir í hverju mánuði, ætli ég að gera það sjálfur. Ætla ég hver einustu mánaðamót að setjast niður og spá, bara get ég lagt fyrir 10.000 skall í þessu mánuði, eða ætli ég að gera eitthvað annað við 10.000 skallin. Það bara sagan sýnir og alveg endalausar rannsóknir að þanniglega gengur ekki. Alveg sama hvort þetta í séreignarsparnaði eða hvort þetta bara hefðbundið sparnaður og alveg sama hvort þetta til skamstíma eða langstíma, að þá virkar þetta ef að þið látið eitthvað tölvukerfi bara gera þetta fyrir ykkur. Ef þið bara stillið þetta í netbankanum, látið millifara, þá virkar þetta. Nú, þegar við vitum til hversu langs tíma við erum að ávaxta og hvernig við ætlum að gera það, hvort við ætlum að setja þetta reglulega eða hvort við ætlum að safna einhverjum upphæðum og svo sjáum við til. Stundum það bara þannig að fjármálin okkar eru svo rosalega misjöfn, við vitum ekki alveg hvort ég geti alltaf sett 10-20 skall í hverju mánuði eða hvort ég þurfa aðeins að meta það. En hvernig svo sem að það að þá næsta skref að ákveða hvert peningurinn fer. Og algengast það að fólk búið að vinna hörðum höndum við að afla þessara peninga en pælir svo ekkert í hvert peningurinn fer. Setur þetta bara inn á næsta reikning eða eitthvað svoleiðis. Og það ekki þannig sem við græðum peninga eða ávöxtum peninga vel til langs tíma. Við verðum svolítið að hafa einhverja lógík á bakvið það hvert peningurinn fer. Og ef við veltum fyrir okkur hvernig fagfólki gerir þetta, nákvæmlega sama á það í líkansrættinni, af hverju Ívar Guðmundsson svona eða hvað það eða af hverju fólk eitthvað sem að vinna í geiminu svona svakalega fit, ef það fór löglega leið, þá það vegna þess að það að gera eitthvað rétt, það eitthvað lógíki sem það að gera, það veit hvernig það gerir þetta. Og það nákvæmlega sama með ávöxtun peninga, fagfólkið allstaðar í heiminum, alveg sama hvar það og hvort það að vinna fyrir tryggingafélag eða sjóðafyrirtæki eða eignastýringu eða banka, hvað þetta það alltaf sama. Það enginn sem setur allan peningi sinn á eitt stað. Ef að langtíma sparnaður bestur þannig að þú setur allan peninginn á verðtryggðan reikning, þá væru bara lífeyrissjóðirnir að gera það. Það væri bara einhver einn starfsmaður í lífeyrissjóðnum og það var bara sá sem að kveikir og slekkur ljósin, að því það væri bara allt inn á einhverjum reikningi. Af hverju eigum við að vera með okkar langtíma sparna allan inn á einhverjum einum stað ef að enginn fagmaður gerir það? Ástæðan fyrir því að þeir eru ekki með þetta allt á einum reikningi ekki vegna þess að reikningurinn hættulegur og það ekki vegna þess að það getur verið hættuleg ákvörðun viðkomandi fjárfestingakostur, heldur vegna þess að dreifingin hún alveg rosalega kraftmikil í sparnaði. Hún skiptir ofboðslega miklu máli og þar komum við öðrum svona leiðilegum frasa sem að maður heyrir frá foreldrum sínum, að geyma ekki öll eggin í sömu körfunni og allt það. En það bara í alvörunni, það virkilega skiptir máli. Og það hvernig við getum dreift eignunum
hvar þið eiga að setja peningana, það veltur á því hversu langan tíma þið hafið. Ef ég að spara til skamstíma, þá get ég ekki dreift þessu vel. Vegna þess að ég get ekki sett peningin í, til dæmis á verðtryggðan reikning, vegna þess að hann bundinn í 3 ára lágmarki. Ég get ekki sett hann á óverðtryggðan bundinn reikning sem bundinn þá lengur inn í þann tíma sem ég hef. Ég ekki að kaupa nein verðbréf sem kosta peninga, af því ég hef kannski ekki tíma til að vinna upp kostnaðinn. Þannig að það fækkar kostunum. Þegar ég með lengri tíma, þá hef ég miklu fleiri kosti og þá get ég frekar ávaxta peningana mína í dreifðu eignasafni sem á að gefa mig góða ávöxtun með sama öryggi, eða svipuð öryggi. Og þetta það sem eignastýring gengur út á. Og þetta ástæðan fyrir því að það eitthvað fólk að vinna við eignastýringu, vegna þess að það svona, það kannski ekki rosalega flókið, en maður þarf samt aðeins að pæla í því hvernig maður setur þetta saman. Nú, ef við tökum dæmi síðan það hvaða áhrif ávöxtunin hefur, þá langaði mig að sýna ykkur séreignarsparnað, sýna ykkur bara smá dæmi hann. Hér ég með dæmi af einstaklingi sem 25 ára þegar hann byrjar í séreignarsparnaði. Hann ekkert byrjaður að setja neitt inn þegar. Og hann ætlar að taka séreignarsparnaðinn út 67 ára þegar hann hættir að vinna. Nú, hann með 400.000 krónur í laun, svona í kringum meðalaun. Og ég reikna með því að hann hækki 2,5% á ári í launum og hann leggi fyrir 2% af sínum eigin launum. En þið vitið með séreignarsparnaðinn þá ráðið þið hvort þið setjið 2% eða 4%. Þá skiptir þetta svona, þið sjáið að hann með einhverjar 16,8 milljónir þegar hann orðin 67 ára. Og þarna gef ég mér að hann með 1% á ári í raun ávöxtun. Og þetta eitt lykilatriði í allri ávöxtun, að það skiptir engu máli hversu háir vextinir eru, bara í alvörunni. Ef einhver býður ykkur 10% vexti, en það 10% verðbólga í landinu, þá eru þið ekki að græða neitt. En ef einhver býður ykkur 1% vexti og það engin verðbólga, þá eru það að græða 1% í alvörunni. Þannig að raun ávöxtun, það hún sem skiptir máli. Þannig að ef ég fæ, eins og í þessu tilviki, þá segjum sem svo ég fái 4% vexti, en það 3% verðbólga í landinu, þá ég að fá 1% raun ávöxtun. Og í þessum dæmum að þá ég bara að pæla í raun ávöxtuna þegar það það eina sem skiptir máli. Og þá sjáu þið að vegna þess að ég legg 2% af mínu launum og launagreiðandi minn eða vinnuveitandinn greiðir líka 2%, að þá það jafn stórar súlur þarna og þessi appelsínugula sem ofan á, hún þessi auka 1% ávöxtun á ári. Ef ég hins vegar hækka mitt eigiframlag upp í 4%, þá þetta hærri uppæði, þá þetta 25 milljónir þegar ég hætti að vinna. Svo eftir að taka skatt af þessu. En þetta miðað við 1% raunávöxtun. Og það ekkert óeðlilegt að maður fái kannski 1% raunávöxtun en maður dreifir eignunum sínum saman og ekki neitt. Maður kannski bara óverðtryggður inn á skammtíma óbundum reikningum eða einhverju slíku. Þá 1% raunávöxtun alls ekkert sérstaklega óeðlileg. En hvaða áhrif myndi það hafa ef ég næ að hækka ávöxtun upp í 4% raunávöxtun? Þess að ég ekki að fá 1% ofan á verðbólguna heldur 4% ofan á verðbólguna. Þá þetta bara orðið allt annað. Og þá sjáum við að það ávöxtunin sem orðin stærri hluti af grafinu heldur en það sem ég að leggja fram. Og sjáum við bara í þessu hvað gula súlan, sem það sem þið settuðu ykkar launum, hvað hún í rauninni lítil miðað við vextina og síðan mótframlagið saman. Þarna ég komin upp í 46 milljónir. Ef við bara leikum okkur að einhverjum pælingum og segjum svo að ég myndi hækka þetta upp í 6% raunávöxtun, sem svona, já, það svona svolítið veglegt, en það ætti kannski verið að ná því með veldreiðu eignasafni, maður þyrfti væntanlega að vera með svolítið mikið hlutabréfum í þannig safni, að þá þetta komið upp í 74 milljónir. Þannig að bara það að ná aðeins að hækka ávöxtunina sína á hverju ári, það breytir ofboðslega miklu máli eftir því sem við höfum lengri tíma. Eftir því sem lengri tíma þá vegur það þyngra. Vegna þess að við fáum einhverja ávöxtun, svo fáum við vexti ofan á ávöxtunina og vexti ofan á það. Við fáum svona þessa vaxta vexti sem eru alveg gríðarlega merkilegt fyrirbæri. Þannig að öryggi skiptir gríðarlegu máli og fyrst og fremst náum við örygginu með góðri dreifingu. Það skiptir máli að byrja snemma og gefa sér tíma. En það skiptir líka máli að hugsa eins ávöxtunina. En maður samt að passa sig á því að vera ekki
eltast við einhverja gríðarlega háa vexti og fórna áhættunni eða örygginu. Þarna er þessi ballan sem maður reynir alltaf að ná. Maður vill ekki eiga á hættu að peningurinn tapist eða taka meiri áhættu þegar við erum að leita að hærri ávöxtun. Við reynum að vera með einhvern ákveðin balans. Svo er fólk rosalega misjafnt varðandi þetta, hvaða þolir mikla áhættu. Eitt af því sem er svolítið mikilvægt varðandi það að dreifa peningunum sínum og að lágmarka áhættuna, það er það að núna er búið að losa þessum gjaldeyrishöftin. Og þess vegna erum við með einhverja random mynd sem við tókum út í Berlín. Núna í mörg ár að þá hafa þeir sem eru að spara peninga á Íslandi bara geta spara peninga á Íslandi. Og sem betur fer hefur íslenski markaðurinn verið fínn og það hefur verið ágætis ávöxtun í boði og svona þokkaleg dreifing vegna þess að við getum ávaxta peninguna okkar í verðtryggðum skuldabréfum og verðtryggðum reikningum sem verji okkur svolítið fyrir sveiflum í krónunni til dæmis. En við höfum ekki getað dreift peningunum okkar út fyrir landsteinana, ekki fyrr en núna. Og það eru auðvitað löngu tímabært og alveg frábært að loksins getum við gert það. Og nú er það þannig að hver og einn Íslendingur, hann getur lagt fyrir 100 milljónir króna í ár erlendis, sem er væntanlega allir, langflestir. Og þá kveiknar spurningin, á ég að fara með peninga út og hversu mikið á ég að setja í erlendar eignir? Og þá er tvennt sem skiptir máli. Annað er það að svarið er yfirleitt jákvætt þegar við erum að hugsa það ef ég vil dreifa eignunum mínum vel. Það myndi allir segja ykkur hvar sem er í heiminum að ef þú vilt dreifa eignunum mínum vel, þá áttu ekki að vera með alla peningana í þinni eigin mynt eða þínu eigin landi. Það er bara of mikil áhætta. Og þess vegna hafa fjárfestar og sparifjáreigendur, bara almennir sparifjáreigendur, verið að bíða svo mikið eftir þessu. Vegna þess að alveg óháð ávöxtunni, man bara pælir ekkert í hvað vextir eru, þá er bara svo nauðsynlegt að geta dreift þess aðeins til útlanda líka, bara út af örygginu. En ef við hugsum ávöxtunina, þá er kannski því miður ástandi bara þannig á erlendum mörkuðum að vextir eru rosalega lágir. Svo ég var að nefna að þegar maður fer og setur peningi sinni á reikningi í Svissa, þá fær maður ekki neitt. Og ef Þýska ríki gefur út ríkisskuldabréf, að þá fær það borgað fyrir það. Þýska ríki fær borgað fyrir að taka lán, mjög skrítið. En þannig að það getur vel verið að það sé hægt að fá einhverja ávöxtun erlendis, en þá er það fyrst og fremst á einhverju sem maður er svolítið áhætta í. Og þess vegna þarf maður líka að passa sig að ef við ætlum að fara með peningana út fyrir landsteinana, að vera líka örugg úti, ekki vera bara skynsamlega og dreifa eignunum vel heima og setja síðan alla peningana sína sem að fer með út úr landinu í hlutabréf í Google eða eitthvað svoleiðis, heldur passa sig að dreifa peningunum vel. Þannig að þetta er rosalega loðið svar, þetta er svona langa svari já en, stutta svari nei ef eða eitthvað svona. En hvað er það sem hvar misstigum við okkur? Hver eru svona helstu mistökin sem við gerum þegar við erum að ávaxta peninga? Eitt af það mikilvægasta sem við gerum þegar við erum að höndla með peninga er að læra mistökum annara. Að reyna að forðast það að læra allavega að lenda í mistökum sem maður síðan neyðist til þess að læra af sjálfur. Ég spurði einu sinni samstarfsfólk mitt af því, þá sem eru til dæmis að stýra peningum fyrir aðra, hver eru algengustu mistökin sem einstaklingar gera? Og það var nokkuð klárt svarið og það er það að fólk er alltaf að hugsa ávöxtun sem er búin að vera. Og það er bara eins og þess vegna virkaði auglýsingin sem ég sýndi ykkur í upphafi. Vegna þess að við hugsum svo mikið það sem er búið. Það skiptir mig engu máli hvort eitthvað hlutabréf sé búið að hækka eða lækka. Það skiptir mig bara máli hvað mun gerast hérni frá. Það skiptir mig engu máli þó að hafi verið einhver góð ávöxtun á einhverju skuldabréfi, einhverjum bankareikningi, bara hver hún kemur til með að verða. En upplýsingarnar sem við höfum ávöxtun er svo oft aftur í tíman. Það er verið að sýna okkur einhverja fortíðar tölur. Þannig passið ykkur rosalega mikið á þessu. Að ávöxtun í fortíð segir ekkert til það hver ávöxtunin kemur til með að verða. Tengist því bara ekki neitt. Og hér er ágætis mynd sem að sýnir svona hvernig þetta getur verið hættulegt. Að fljótlegasta leiðin til þess að tapa peningum er að vera alltaf að elta ávöxtunina. En því miður að þá er þetta, þrátt fyrir að þetta sé eitthvað grín, eins og þetta er teiknað upp, að þá er hægt að teikna upp raunveruleg svona línurit sem sýna það hvenar einstaklingar eru til dæmis að kaupa verðbréf og hvenar þeir eru að selja verðbréf. Og það er yfirleitt þannig að fólk vill kaupa það sem er búið að hækka mikið og það vill selja það sem er búið að lækka mikið. Og þá getur þetta gerst. Og
Frægasti fjárfestir í heiminum heitir Warren Buffett og hann hefur ýmislegt með sér, tímann, hann búinn að lifa í 200 ár næstu, og hann hugsar mikið þetta og hugsar mikið þessa mynd vegna þess að þið viljið kynna ykkur það betur og þá heldum við einu sinni bókakvöld og það er hægt að finna hérna upptökuna inn á www.b.is bókakvöld bók sem heitir The Intelligent Investor sem er mjög áhugaverð bók. Hún er eftir mannin sem að réð Warren Buffett svona í fyrstu alvöru fjárfestingavinnuna sína, Benjamin Graham, og þar er talað aðila sem heitir Mr. Market, herra markaður. Mr. Market, hann er svona. Hann er alltaf svo æstur og spenntur þegar allt er búið að hækka rosalega mikið að þá vill hann kaupa. Og þegar allt er búið að lækka rosalega mikið, þá verður hann óbúslega hræddur og hann selur. Og Warren Buffett segist alltaf vilja eiga viðskipti við þennan aðila. Þegar hann er alltaf tilbúin að kaupa allt svo dýrt og selja allt svo ódýrt. Og þá kemur Warren Buffett og sópar upp eigninar og græðir voða mikið. Sveiflur á mörkuðum, þetta er fyrir þá sem er að hugsa að vera fjárfesta í hvort það er gjaldeyrir eða skuldabréf eða hlutabréf, eitthvað sem sveiflast í verði. Sveifla er ekki alltaf endalaus, en okkur finnst það stundum. Maður hugsar að það er eitthvað búið að hækka rosalega mikið og við myndum ekki grínast með hérna áðan að er einhverju hérna sem finnst vaniljuís góður? Absúrd spurning, já. Það gæti verið svolítið erfitt að fá vanilju í vaniljuísinn sinn núna bráðum vegna þess að verð á vanilju er búið að hækka úr 2.000 krónur kílóið upp í 56.000 krónur kílóið á undanförnum 4 árum. Og bara rekst á þetta fyrir algjör og tilviljun, en nú eru kannski margir sem hugsa vanilja er að hækka rosalega mikið í verði. Þannig að ég ætla að kaupa vaniljuna á 56.000 kall vegna þess að þetta hlýtur bara að vera bein lína upp á við. En ég er ekki líklegra að vaniljan muni bara sveiflast og stundum eru rosa dýr og stundum eru nódýr og svo bara sveiflast hún. Og þannig eigum við frekar að hugsa fjárfestingar að maður á aldrei að kaupa eitthvað eða selja vegna þess að það er búið að hækka eða lækka. Annað sem eru algeng mistök það að fólk gleymir að dreifa eignunum, gleymir að dreifa sínum sparnaði. Það á við langtíma sparnaðin, ekki það sem er til mjög skamstíma, það er allt til að leggja pening inn í bankareikning eða lausafjársafni eða til skamstíma, en til langstíma þurfum við að passa okkur á því. Svo er það þriðja sem er svolítið hættulegt, sérstaklega á þeim sem er að byrja, og það er það þegar við erum farin að hegða okkur eins og spákaupmenn, þegar við erum farin að hugsa það hvenar á ég að kaupa eitthvað eða hvenar á ég að selja eitthvað. Við erum að reyna að tímasetja okkur eins og sérfræðingarnir. Ef við erum ekki sérfræðingar í tímasetningum, þá eigum við ekki eins og að reyna það. Það er bara eins og þegar maður segir, á ég núna að fara til Englands að því að pundið er svo veikt eða eitthvað svona. Það er bara svo erfitt að ætla sér að tímasetja gjaldmiðla eða verðbréf rétt að maður á ekki að reyna það. Þannig að passið ykkur svolítið á því. Það er skemmtilegt fyrir marga, það er margir sem að virkilega fá eitthvað kikk út úr því, en það er alls ekkert ólíklegt að maður tapi peningum þannig. Nú, þá í lokin ætlaði ég aðeins að fá að fara yfir bara næstu skref. Hvernig er þetta í praxis? Ef að þið viljið núna byrja að spara, hvað er það sem þið ættu að gera? Fyrsta er bara að kanna það, eru þið ekki örugglega með séreignarsparnað? Ef þið eru ekki með séreignarsparnað, þá bara drífið í því. Það er bara í lögum á Íslandi að launagreiðandinn ykkar verður að greiða ykkur að minnstakosti 2% mótframlag. Nýtið ykkur það endilega. Ef þið eruð að hugsa að kaupa ykkar fyrstu fasteign einhvern tímann á næstu árum eða næstu mánuðum, þá getið þið nota séreignarsparnaðinn í það, þannig að skoðið þið þá leið líka. Ef þið eigið fasteign og eru með lán á henni, skoðið þið hvort það er ekki að nota séreignarsparnaðinn til að borga inn á lánið. Þannig að það er algjörlega nauðsynlegt. Annað er það að krota niður markmiðin. Það eru hérna á borðunum þessi dagatöl, þetta meistaramánuði, það er bara fínt að prófa eins að nota þau, nota reiknivélarnar. Er einhver hérna sem er til dæmis með einhver fjárútlát framöndan, segjum bara næsta vetur eða næstu jól, einhver sem ætlar að fara til útlanda eða gera eitthvað næsta vetur. Það eru einhver hérna, já. Þá er ekkert vitlaust að pæli því að maður ætlar að byrja að spara fyrir því núna að fara inn í reiknivél. Sko, hversu mikinn pening þarf ég? Er þetta 200.000 kall sem ég ætla að eyða í einhverju utanlandsferð með öllu, 300.000 kall, þá set ég það inn í reiknivélina og hversu langan tíma ég hef og þá segir reiknivélin mín hvað ég þarf að leggja mikið fyrir á mánuði. Það er líka að setja bara inn hvað held ég að ég geti lagt mikið fyrir á mánuði. Og þá setjum við það inn og sjáum svo hvernig það vex og hvað það verður há upphæð. Lykilatriði varðandi það að taka sparnað svolítið alvarlega. Þetta er svona, það er í rauninni að líta ekki á sparnað sem einhvern lúxus. Það er mjög algengt að við hugsum þannig að við erum bara með okkar reikninga og við erum bara að borga matinn og gera eitthvað svona og svo er bara eitthvað sem er eftir.
Og ef eitthvað eftir, þá ég til í að spara það. En það sem svolítið sniðugt að gera líka að pæla bara í, þetta bara eins og reikningur. Þú veist, ég þarf að borga hús og internet og eitthvað svona og sparnað. Ég bara með 50.000 króna, 10.000 króna, 5.000 króna reikningi hverju mánuði sem bara sparnaður. Og þá bara, ef að það of mikið, þá spurning, á ég þá að draga eitthvað úr neyslu einhverstaðar annar staðar. Það sem líka svolítið skemmtilegt og mjög margir gera til að koma sér á stað í sparnaði, að pæla bara í, fer ég oft og fæ mér skyndibita? Eða ég kannski með áskrift að einhverju sem ég nota aldrei? Bara ef ég get sagt upp þessari áskrift eða sleppt í eða bara smurt með nesti eða hvað það hvað það há upphæð í hverju mánuði? Hvað mun það skila miklu? Þetta er nefnilega alls ekki til. Ég gerði þetta eins og sjálfur og það hérna alveg ótrúlega hvað ég var að eyða í pítsur. Nú, eitt í viðbót, að læra eins á þetta. Ég veit að yfirleitt umræða peninga og sparnað og svoleiðis, hún ekkert skemmtileg. Og þegar maður heyrir hugtökin svo ávöxtunarkrafa og verðbólga og skuldabréf og eitthvað, þá bara fær maður bara, flog, sko. Það bara alveg hrikalega leiðinlegt að hlusta á einhver tala svona. En það ágætis regla að vita eins hvað maður að gera. Og einn gamall atvinnumaður í körfubolta, hann orðaði þetta mjög vel. Heitir Jalen Rose, fyrir þá sem að halda upp á að fylgjast með körfubolta eða fylgdust með körfubolta. Hann nefndi það að vegna þess að hann var góður í að blokka skot og taka fráköst og skora körfur, þá ætlaði hann bara að einbeita sér að því. Hann var ekki sérfræðingur í fjármálum. Þannig að hann var með einhvern fyrir sig sem var að ávaxta peningana. En hann hafði það samt alltaf sem reglu að skilja hvað var verið að gera við peningarnas. Hann sagði, ég ætla ekki að vera eitthvað að stýra því eða taka bara fænal ákvörðun það hvort eitthvað er verðtryggð eða óverðtryggð eða hvað það er. En hann ætlaði samt að skilja hvað er verið að tala um. Og hann ætlaði samt að skilja hvaða áhrif einhverju utanaðkomandi þætti geta haft á ávöxtunina. Hvað mun það, bara basic hluti, hvað mun það þýða fyrir ykkar sparnað ef hér verður mikil verðbólga, eða krónan lækkar, eða krónan styrkist, eða fyrirtækjum mun ganga illa, eða fyrirtækjum mun ganga vel. Það tekur ekkert rosalega langan tíma að læra þetta, en það borgar sig virkilega. Og þegar maður aðeins farin að læra þetta, þá verður þetta skemmtilegra. Og þá verður maður duglegri að spara. Þannig þetta svona hjálpast allt saman. Og inn á wafib.is og inn á Íslandsbanki.is og bara inn á Facebook síðan okkar, þar allt morandi í fræðslu myndböndum og greinum og bókalistum þar sem við erum að mæla með góðum fjármálabókum og öllum mögulegu til að hjálpa ykkur við þetta. Endilega nýtið ykkur það. Svo það að vera ekkert hrædd við það að spyrja einhvern. Það eru sumir sem að halda að maður eigi ekkert að vera að hafa samband við einhvern ráðgjafa, einhvern sérfræðinga en maður ekki með mikla peninga. Það ekkert þannig. Það eiginlega frekar þannig að þegar maður að byrja og ekki með mikla peninga, þá þarf maður kannski einhverja smá hjálp. Og þá á maður bara að hringja í sinn bankaði sinn ráðgjafa. Til dæmis hjá okkur í Wafib eru bara mjög margir sem að bera undir okkur fyrstu skrefin. Kannski vilja það ráðgjöf, kannski vilja það bara fá einhverju upplýsingar, en svonalagað kostar ekki neitt og maður aldrei dónalegur að biðja eitt eða neitt. Maður heldur ekki dónalegur ef maður að biðja einhvern að reikna eitthvað fyrir sig, af því að það enginn að vinna í banka sem hefur ekki gaman að því að reikna. Þannig að bara nota það. Og svo að gleyma því ekki að gera síðan bara eitthvað skemmtilegt við sparnaðinn. Þá verður hann, það skemmtilegt að spara fyrir einhverju áhugaverðu. Ég held að skemmtilegasti sparnaður sem ég hef lagt í var að spara fyrir það að fara út á Evrópumóti í Frakklandi síðasta sumar. Af því að þegar ég var að leggja fyrir peningina þá var ég ekki að hugsa, það verður skemmtilega að nota þennan í pítsur eða eitthvað, heldur var ég bara virkilega að hugsa, nú ég komið skrefinu nær því að fara að sjá Ísland-Ungverjaland, sem var síðan leiðilegt leikurinn en samt, það var samt alveg þessi virði. Þannig að gerið þetta endilega. En ég ætlaði ekki að fara yfir meira. Við höfum alveg tíma fyrir spjall og spurningar ef þið viljið, en ég vil bara hvetja ykkur til þess að pæla hans í þessum skrefum. Setja ykkur markmið, skilgreina sparnaðinn með einhverjum hætti, tala við einhvern og síðan bara láta verða af þessu. Og það sem skiptir mestu máli að missa ekki úr mánuð, að leggja alltaf eitthvað fyrir. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel og svo bara spurning hvort þessu spurningar frá ykkur. Hvað segir þið? Einhverjar spurningar? Já.